Þetta er verkefni 24 á blaðsíðu D10. Ég ætla að fara í lið númer 10 og sýna ykkur hvernig þið merkið myndir og staðsetjið þær. Ég smelli hérna á myndina af ávöxtunum og ég fer í Insert, Table, Convert Text to Table og hér hef ég hakað við Paragraphs og ég ætla að smetla hér á Autofit to Contents. Þá er taflan bara akkurat utan myndina. Ég segi OK og ég er með töfluna eða myndina inn í töflunni valda og ég fer hérna í Layout. Ég hef hakað hérna við View Grid Lines, þá sé ég hnitalínurnar á eftir sem koma í kringum myndina. En hér í Properties þá ætla ég að taka ramman af, ramman sem er þennan svarta. Þá fer ég í Borders and Shadings og segi None og ég ætla að hafa hana hægra megin á síðunni. Þið sjáið á blaðsíðu D12 hvar myndin á að vera staðsett. Hægra megin á blaðsíðu D12, hún á að vera right og around. Ef hún er around þá ryður hún textanum frá sér og ég segi OK og hún kemur hér. Þá toga ég hér í og færi hana hingað niður. Ég ætla að eyða út endermerkinu og þá er myndin hér. Þetta eru hnitalínurnar sem að ég sé. Ef ég er með slökkt á hnitalínunum, gridlines, þá sé ég ekki hnitalínurnar í kringum. Og ég ætla að merkja myndina fyrir myndayfirlit. Þannig að ég smelli hér á og ég ætla að hafa kaflanúmer á myndinni. Ég fer í References og Insert Caption og hér kemur mynd 1 fyrir neðan en ég vil hafa kaflanúmer þannig að ég fer hér í Numbering, haka við Include Chapter Number og hérna ætla ég að hafa period. Ef það er þankastrikk þá breytið þið því og OK. Þetta þýðir mynd 1 í kafla 2. Ef miðin eða textin mynd er ekki hér í listanum hjá ykkur að þá smellið þið hér á New Label og skrifið mynd þannig að þið búið til myndamiðan og passa að hafa myndir eru merktar sem sagt fyrir neðan. Ef þetta væri tafla þá væri hún merkt fyrir ofan en þetta á að vera svona og OK. Og svo skrifum við tvípunkt og skrifum ávextir. Og við ætlum að breyta stílnum Caption. Hann er sjálfgefinn hjá Microsoft 0 punktar fyrir ofan og 10 punktar á eftir og þetta á bæði við þegar við erum að merkja myndir og töflur. Við förum þá á Homeflipa, förum hérna í Style og við sjáum stílinn Caption hérna. Förum í Modify, hann er í 9 punktar letri og dökkbláu, það er allt í lagi. Við förum í Format Paragraph og við ætlum að breyta þessum 10 punktum og hafa 3 punkta fyrir ofan og neðan. Og þetta er bæði þegar við erum að merkja myndir og töflur. Svona. Og ég ætla að fara í Layout og miðja í hólfið. Þetta er svona grátt af því þetta að uppfærast númerin. Ef ég væri með mynd framar að þá myndi þessi númer breytast. Svona er þægilegast að merkja myndir inn í ritgerðum eða verkefnum og ég ætla að vista núna.